Já, hérna hér, sagði mamma þegar ég gerði eitthvað af mér þegar ég var lítill. Við erum með stappfullan sal hérna. Það eru hundruðir manna sem eru að mæta á þennan upphafsfund og það eru þið sem létuð þetta gerast á örfáum dögum. Við opnuðum fyrir skráningar á Áfram Ísland fyrir nokkrum dögum og núna er ég svo heppinn að fá að standa hér fyrir framan ykkur og ávarpa jákvæða neysina. Þið eruð hingað mætt, þvert á stjórnmálaflokka, þvert á félagasamtök, þvert á landshluta og sumarleyfinir sem við vorum öll búin að plana, en í staðinn ætlum við að einhenda okkur í baráttuna og slagorðið er einfalt: Áfram Ísland. Mér er illa við að draga fólk í dilka og geri það sjálfsögðu ekki við þennan hóp hér. En ég leyfi mér að kalla ykkur jákvæða neysina, vegna þess að þeir eru jákvæð í garð framtíðar Íslands. Við trúum því að bestu dagar Íslands séu ekki í fortíðinni, heldur í framtíðinni. Við trúum því að Ísland sé vel menntuð þjóð, við séum ung á evrópskan mælikvarða lagðan, við séum rík af auðlindum og við erum með firnasterkt lífeyriskerfi sem við ætlum okkur að standa vörð um. En ef þið horfið aðeins í kringum ykkur og spyrjið ykkur: hvað er þetta? Hvað er Áfram Ísland? Ég get sagt ykkur að ég veit það ekki alveg. En þetta byrjaði á einu SMS-i. Þetta SMS leiddi til kaffibolla. Einn kaffibolli leiddi til fleiri kaffibolla. Fleiri fundu ilminn af kaffinu og skyndilega fóru hlutir að gerast hringinn í kringum landið. Samtal var það fundi. Fundur var það hópi og hópar byrjuðu að myndast allt land, frá Reykjavík til Suðurnesja, til Vestmannaeyja, til Selfoss, Hellu, Víkur, Kirkjubæjarklausturs, Akureyrar, Blönduóss, Bolungarvíkar, Ísafjarðar, Stykkishólms, Akraness og hér erum við komin í dag. Þessi frábæri hópur. Stundum rennir maður, þeir sem hafa haldið partí vita að maður rennir blind í sjóinn með hversu margir mæta. Vandamáli hér var að við komum ekki öllum gestunum fyrir í þessum sal. Þannig að við erum með 2 yfirfallssali hérna sikkorum megin, þar sem fólkið er að mæta. Við sögðum ykkur að skrá ykkur til leiks og þeir sem að svöruðu kall okkar og eru tilbúnir að taka þátt í þessari baráttu bara á fyrstu dögum herferðarinnar eru á 3.000 manns sem eru þá stofnaðilar Áfram Ísland. Kæru vinir, baráttan er rétt að hefjast. Ef við Áfram Ísland er vettvangur fólks sem að vill velja íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvað þýðir það? Jú, við ætlum að reka baráttu sem verður drifin áfram af jákvæðni og bjartsýni. Og þegar ég horfi yfir þennan hóp sé ég að við erum með mjög fjölbreyttan bakgrunn og erum frá ólíkum sviðum íslensks þjóðfélags. Samnefnarinn, það sem við erum öll sammála er að íslenska þjóðin sé fullfær að sækja fram leið og hún tekst á við þær áskoranir sem við blasa hverju sinni. Við þurfum nefnilega að átta okkur á því hvað við höfum áorkað síðustu áratugi og standa vörð þann mikla árangur. Stór hluti þjóðarinnar telur að Ísland sé sannarlega land tækifæranna og að hagsmunum Íslands og íslensku þjóðarinnar sé best borgið utan ESB vegna þess að við höfum trú á Íslandi. Ég ætla að biðja ykkur að virða þessa mynd aðeins fyrir ykkur. Skoðið bakgrunninn, forgrunninn, myndbygginguna. Við eigum öll okkar sögu og sögur okkar flestra eru í grunninn keimlík. Þetta er hluti af minni fjölskyldusögu. Þetta er föður afi minn heitinn. Hann fæddist árið 1908
en lést fyrir aldur fram á 62. aldursári, það bil 10 árum áður en ég fæddist. Afi var borinn og barnfæddur Reykvíkingur og sjómennskan var honum sannarlega í blóð borin. Hann fór fyrst á sjó rétt eftir fermingu og í tæpa 4 áratugi var hann háseti á togurum Alliance, fyrst Baldri en síðar Jóni forseta, sem var starfsvettvangur hans lengst af. Þessi hét Halldór Benjamín Þorbergsson. Og ég hugsa oft hversu mörg skref, hversu margar réttar ákvarðanir þjóðar, hversu ótrúlegar fórnir þessara fyrri kynslóða frá þilfarinu á Jóni forseta yfir í það að ég, alnafni og barnabarn þessa manns, standi hér á þessum þiljum og tali fyrir því að staða Íslands sé sterk og okkur beri að verja hana þegar afinni er sótt. Nú höfum við tekið við keflinu af þessum fyrri kynslóðum þeirra sem hafði sannarlega trú á Íslandi. Og mér sárnar þegar ég les í blöðum skoðanapistla að Íslendingar séu ófærir að stýra sínum málum sjálfir. Á þeim grunni neita ég að horfast í augu við framtíð Íslands. Við viljum færa börnum okkar og barnabörnum sjálfs ákvörðunarréttinn sem við töldum eðlilegt að fá í arf frá fyrri kynslóðum. Og hvað þýðir það? Það þýðir að með honum gerum við okkar eigin samninga við aðrar þjóðir. Við keyrum okkar eigin stefnu í mannréttinda og umhverfismálum, tryggjum aðgengi að mörkuðum og samstarfi í vísundum og menntun. Við, Íslendingar, við þrífumst á samstarfi við aðrar þjóðir. Þar býr vinátta og hlýhugur að baki og við Íslendingar mælumst sem eitt friðsalasta land í heimi sem skiptir máli í breyttri heimsmynd. Ég sagði ykkur litla sögu áðan, en saga minnar fjölskyldu er ekkert merkilegri en saga ykkar fjölskyldu. Og þetta er í raun sameiginleg saga okkar allra. Með fórnfýsi þeirra sem á undan komu hefur kynslóðunum tekist að byggja upp ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi. Við erum í algjörum sérflokki þegar kemur á samanburði við aðrar þjóðir, svo ég tali nú ekki þjóðir innan Evrópusambandsins. Við erum í meistaradeild. Evrópusambandið í núverandi formi er í besta falli að keppa miðja aðra deild. Löndin sem bíða á biðlistanum og eru næst inn í Evrópusambandið, það eru lið sem keppa í efnahagslegri utandeild. Að lokum þetta, staldriði núna aðeins við, horfiði aðeins í kringum ykkur í salnum, sjáuði hvað fólk er komið hérna og tengið við þetta fólk. Við munum hittast aftur. Þið megið líka brosa, það er sumar, við erum öll rjóð og selleg. Og þetta eru svo þrúandi aðstæður að við megið líka aðeins svona bara liðka axlirnar. Barátta áfram Íslands verður rekin á jákvæðum og uppbyggilegum nótum. Ég hafna þeirri kenningu sem rangri að það þurfi að níða skóinn á náunganum, það þurfi að leggjast í ykkur drullupitt til þess að geta náð árangri í þessari umræðu. Við tölum á málefnalegum, yfirveguðum og jákvæðum nótum. Við tölum við fólkið í landinu en ekki yfir það. Til þeirra sem vilja reyna að sundra þessum hópi, ykkur mun ekki takast það. Til þeirra sem ætla að fara í persónuníð og byrja að grafa undan einstaklingum sem stíga fram og vilja tala fyrir því að Ísland standi utan Evrópusambandinu, við munum ekki taka þátt í þeirri umræðu. Við munum ekki fara niður á það plan. Þetta fólk getur leikið sér í þeim drullupolli upp á sitt eindæmi. Til þeirra hins vegar sem vilja taka þátt í jákvæðri og uppbyggilegri umræðu hringinn í kringum landið á næstu vikurnar yfir hásumarið, verið velkomin. Gangið til liðs við Áfram Ísland á áframisland.is. Innan okkar vébanda er pláss fyrir alla. Hér eru fulltrúar ungliðarhreyfinga stjórnmálaflokkana, allra þessara samtaka sem berjast gegn aðild Íslands að ESB, sama hvort það er heimsýn til vinstri við ESB eða hvað þetta heitir allt saman. Og síðan er auðvitað bara fólkið í landinu, fólkið sem vill láta til sín taka og á það sannmerkt
að þann 29. ágúst göngum við samhent á kjörstað og við munum kyrja saman þannig að undir taki í fjöllunum nei við ESB. Nú förum við í formlega dagskrá fundarins. Við erum með 3 afburða ræðumenn sem munu halda stutt erindi hérna í dag og öfugt við annað fólk þá erum við ekki hér til þess að tala á ykkur eða yfir ykkur, heldur bjóðum við í lokin til samtals og opinna spurninga sem að frummælendur munu svara. Við munum hafa sama háttin á framtíðarfundum, það að segja, við erum hérna komið til samtals, ekki til þess að tala yfir hópinn. Nú, fyrstur á mælendaskrá er Björn Soeka. Björn Soeka er læknir eins og þið vitið og er þjóðinni að góðu kunnur sem sjúkrahúsforstjóri. Hann var forstjóri Landspítala sjúkrahúss árabil. Hann bjó í Svíþjóð á þeim tíma þegar að Svíþjóð gekk í Evrópusambandið og hafnaði upptöku evru. Hann er mikill hæfileika maður og kraftar hans eru í eftirspurn víða. Hann starfaði sem forstjóri besta sjúkrahúss heims eða eins þeirra, Karolinska sjúkrahússins í Stokkólmi, en starfar nú og haldið ykkur fast í Sádi-Arabíu, stærsta sjúkrahússi í Sádi-Arabíu. Hann er víðsýnn, hefur komið víða, starfað innan og utan ESB og er alþjóðasinni í eðli sínu. Björn, gjörðu svo vel.